Subtotal. Subtotal reiknar saman línur með skyldum gögnum með því að bæta inn millisamtölum og heildarsamtölum á fljótlegan hátt. Hér á að leggja saman dagpeninga og heildarupphæð fyrir hvern áfangastað fyrir sig og þá þarf að byrja á að raða listanum eftir áfangastað. Þú smellir í A2, dregur yfir í E2 og þægilegast er að halda niður í Ctrl+Shift og ýta á ör niður til að velja allan listan. Til að raða ferðu í Sort and Filter, Custom Sort, velur áfangastað. Ef þú vilt raða síðan eftir nafni þá getur þú smellt hér í Add Level og raða eftir nafni. Fyrst eftir áfangastað og síðan eftir nafni. Síðan ferðu hér í Data og Subtotal og í hvert skipti sem áfangastaðurinn breytist á að taka summuna af heildarupphæðinni og dagpeningunum. Þá lítur þetta svona út. Og OK. Og þá sérðu niðurstöðu tölu fyrir hvern áfangastað fyrir sig. Það eru líka komnar 3 tölur hérna, það er svona útlínuþrep. Ef þú smellir í 1, þá sérðu bara loka niðurstöðu töluna fyrir alla áfangastafina. Það skrifa hérna heildarupphæð. Og ef þú smellir í töluna 2, þá sérðu heildarupphæðina fyrir hvern áfangastað fyrir sig og samlagninguna á þeim öllum. Ég ætla að breyta orðinu total í samtals. Þá smelli ég hér og ég fer í Home, Find and Select og Replace og hér í efri línuna skrifa ég total og í neðri línuna skrifa ég samtals. Og ég smelli á Replace All og loka. Ef ég smelli hér í töluna 3, þá er ég komin með alla töfluna sýnilega og hér eru niðurstöðu tölurnar fyrir hverja borg fyrir sig.